Og áður en við höldum lengra með föstudagsþáttinn, þá vekja athygli á því að næsta föstudag verður ekki föstudagsþáttur, heldur verður hún Sigrún Stefánsdóttir með þátt tileinkaðan fullveldisafmælinu sem heitir Framtíð í ljósi fortíðar og við ætlum að sjá örstutt brot. Gjörðu svo vel. Á N4 í nóvember. Heil öld í sögu þjóðar. Þetta leikir ost? Já, það gefur hálfblása. Þetta glæði. Með fullveldis yfirlýsingu 1918 og sambandslögunum var orðið ljóst að Íslendingar gætu tekið æðsta valdið í sínar hendur með tíð og tíma. Þannig að þetta stóri áfanginn á sjálfstæðisbrautinni. Þéttbýlið í baðstofunni var svo mikilvægt að ef að einn maður úr baðstofunni þurfti að bregða sér frá í kuldatíða vetralagi þá var gjarnan sótt kind til að sitja í rúmið hans og jafnvel kálfur. Já, þau séu næstum með teygju hérna. Er þetta ferðarast trampólín? Þessi þáttur verður sem sagt á dagskrá næsta föstudag í staðinn fyrir föstudagsþáttinn en hingað í lok þáttardagsins í dag eru komnir tveir rokkarar, annar frá Mývatnssveit og hinn úr Borgarfirði eystra. Velkomnir. Takk fyrir það. Annar með hár og hinn ekki. Annar með hár og hinn ekki. Byrja þarna. Takk. Mér var aðeins að forvitnast hvernig maður verður svona rokkari út í sveit. Getur það aðeins farið yfir það með okkur? Það er bland af alls konar. Það er einangrun. Já. Ekkert að gera. Aðalega einangrun. Já, það var ekki búið að finna upp internet. Það var til fáar plötur. Já. Og þannig að maður eyddi bara miklum tíma með sjálfum sér út í skúriðinni í herbergi. Það er líka rosa kalt við Mývatn, sko. Það er rosa mikið bara verið inn í skúr þar, sko. Hreyfa sig bara, halda sig hita. Þið byrjuði báðir bara frekar ungir að fikra ykkur áfram, ekki sant? Ég söng fyrsta ballið mitt 12 ára. Já. Og þá var trommarinn 10 ára. Það fór bara nokkuð góð með það. Já. En hjá mér var þetta, sko, ég er náttúrulega 2 eldri bræður. Já. Og frá því ég man eftir þá maður að bíða eftir að fara í Eiða, Alþjóðaskólann Eiðum. Já. Þar voru svona 40 hljómsveitir á hverju önn, þar var þetta. Þannig að það var maður bara hlakkaði til að komast þangað. Já. Og þurfti að vera með einhvern svona basic kunnáttu til að fara í Eiða, til að geta gengið í hljómsveitir. Já. Ég gleyma að kynna ykkur, Magni og Stebbi Jak. Þú hérna svona slysaðist eiginlega að fara að syngja, var það ekki? Jú, pabbi minn er bassaleikari og svona ballböndum alveg síðan í mann eftir mér og æfðu annarkvort í skúr eða þá í einhverjum af þeim plássum sem hérna meira í kring. Það eru bændur og bæði á hlöður og allt þetta típiska bara. Fullt af plássum. Hlöðuband? Hlöðuband og kjallaraband og skemmuband og bara nefndu það, sko. Og maður fekk átt að slæpast með og oft sofnaði ég, segir pabbi, sko. Ég sofnaði oft í bassatöskunni. Já, bara pínulítill. Já, lítill og krúttlegur, sko. Þannig að þetta hefur alltaf verið. Mér langaði þá bara að vera bassaleikari. Já, bara eins og pabbi. Já, minn draumur og lærði á bassa. Og svo fór ég ekki á Eiða, ég fór á Laugar. Það var nákvæmlega sama. Vinaskóli Eiða. Já. Vinaskóli Eiða. Já. Þar voru til dæmis, sko, þegar ég er að fylgjast með böndunum sem eru á Laugum, það er til dæmis Þráin Árni sem er í Skálmöld og það er í Múkisson og þú veist, fleiri og fleiri, sko. Já. Útungunarstöð bara. Já. Við vorum með Jónas Sig og fleiri á Eiðum, sko. Já, hérna. Við höfum alveg fyrirmyndi, sko. Já. Við ungu menninir. Já. Og en ég að koma á Lauga. Gamlir, eða? Múki er aðeins heldur en ég, 2-3 mánuðir. En þegar ég kem á Laugar, þá var þetta svolítið farið að dala, sko. Það er bara ein hljómsveit sem var hægt að tróða saman og það vantaði ekki bassaleikari hana, vantaði trommara. En ég spilaði þá bara trommur og spilaði á mínu fyrsta balli á Reyðarfirði, 96, 16 ára. Hittaði upp fyrir Hálfdan sem var svo með djúbulegru. Já. Og Síva. Frábært band. Og svo fór ég til Akureyrar og það var sama sagan. Það var einhvern veginn, ég var fyrir vonbrigði með Akureyrar ef ég var alveg hreinskilinn. Ég hélt einhvern veginn að væri meiri rót, meiri grassrút. Það var erfitt að finna band og aftur sama problem. Vantaði hvergi bassaleikara? Nei, ég fann enga bassaleikara. Það fór að bankaði hurðir. Vantaði nokkuð bassaleikara? Og hann ég spilaði á trommur. Svo var það til að ég var í punkhljómsveit sem ætlaði að spila eina tónleika og hætta. Já, hætta á toppnum. Já, hætta á tónum og sömdum nokkur lög sem fjölluðu flestum starffræðikennar í verkmenntaskólanum. Við Palli Hlöð. Og ekkert leiðilegt, frábær maður. Og nema að sama dag og við ætlum að spila þessa tónleika þá veikist strákurinn sem að spila á bassan og söng.
Þannig var þitt tækifæri komið. Já, þannig ég tók að mér að syngja og spila á trommur, sem ekki algengt, og við reyðum annan félag minn til að spila á bassa og skýrðum hljómsveitina Vírus í innra eyra. Og þá kom nú ekki ómerkari maður en Helgi Magri eftir þá tónleika og sagði að þetta hefði verið þræl gott fyrir utan ég var ekkert sérstakar á trommur, sko. Ég skildi það bara sleppa þeim, sko. Og þannig fórstu að syngja? Hægt og rólega fór ég svona að pröfa, sko. Þá hafði ég rauninni aldrei pröfað að syngja hátt upp. Ég var alltaf að reyna að muldra, sko. Já, ég skil. Þannig að þarna allt í raun fór ég að þurfa að öskra og þá kom datt þetta inn. Yfirgnæfa trommunar. Frábært. En þið ætlið að segja okkur frá tónleikum sem verða núna í Hofi? Nei, tölum aðeins meirum. Nei, því að nú tíminn á þróttum, þið þurfa að koma þessu frá okkur. Við erum í nokkrum saumaklúbbum. Eitt þeirra heitir Skonrock. Já. Og er tilengaður því að spila old school rock and roll með fullt af vinum okkar. Og við ætlum að gera það í Hofi á laugardaginn. Ásamt þeir syngja sem sagt við syngjum og Pétur Örn og Biggi Gildra. Svo erum við með snarruglaða hljómsveit fulla af vitleysingum. Og þetta er svolítið svona Íslandsmeistarakeppnin í hver getur öskrað mest. Svo kem ég og syng nokkur lög. Já. Ætlarðu ekki að reyna að toppa það? Já, ég er löngu búinn að gefast upp á því. Okay. Og þetta er svona vandræði því að Biggi er eiginlega ennþá. Kemst hann hæstu? Já, það er mjög pirrandi. Já. Minnstur og elstur og kemst langhæstur. Okay. Stórskildi. Þetta er þannig við lofum skemmtun, já. Klukkan 9. Klukkan 9. Í Hofi. Og það er bara miðarinn á mak eða? Það er einhverjir nokkrir miðarlausir en það aldrei. Þetta er leiðilegasta spurning sem ég fæ. Hvað fram að miða? Ég þarf aldrei að kaupa miða. Þú veist ekkert hvað þeir eru seldir. En er það ekki bara á Það er enda svolítið öruggt ef þú spilir Hofi, þá er það mak.is. Það er Hof. Því annars er maður bara tix eða miði. En fólk finnur út úr þessu ef það vill koma á tónleikana sem það ætti náttúrulega að gera. En þið ætlaði líka að enda þáttinn fyrir mig og spila eitthvað gott lag. Já, ég ætla að spila. Hann ætlar að reyna að syngja. Þetta er lagið sem að svona gera verkum kannski að komið svona korti kannski fyrst sem söngvara. Ég söng þetta í framhaldsskólakeppni, þar sé söngkeppni framhaldsskóla. Vannst þú hana? Nei, ég tapaði. Ég líka, 4 sinnum eða eitthvað svo. Ég tapaði bara einu sinni. Nei, ég var tvisvar. En stelpan sem að vann, hún var í menntaskólanum og hún tapaði svo fyrir Kallabjarna í Idolinu. Þetta er rosalegt. Ég tapaði ekki. Poetic justice. Ég hlakka til að heyra þetta lag. Takk fyrir komuna og bara skemmtið ykkur vel á laugardaginn. Takk sömuleiðis. Og þannig endum við þennan föstudagsþátt. Takk fyrir að horfa. Munið að næsta föstudag er fullveldisþáttur og svo hittust við að 2 vikum liðum. Verið sæl. It's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be there.
sem